Þú pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos. Góður. Passa með að anda ekki í mækin. Eins og mækarinn. Já, góðan daginn, kæru áhorfendur. Við erum velkomin á IA TV. Við heilsum ykkur hér úr Akraneshöllinni. Við erum að fara horfa hér á leik í annarri deildinni. Kári á móti IR. Björn Þór heiti ég og með mér er nú Láni Óláni. Hann er svolítið spjaldaglaður þetta sísonið. Hann Sverrir Már Smárasson, leikmaður Kára. Hann verður með mér hér í dag. Jú, mikið rétt. Vertu sæll og blessaður. Sæll og blessaður sjálfur. Hvernig hefur það í dag? Ég hef bara helviti fínt. Það gott mál. Já. Og lýst bara ágætlega á hann á leik eða ekki? Jú, mér lýst nokkuð vel á hann á leik, sko. Já. Eitthvað nýjum andlitum í liðinu á Kára og þetta heimavelli í höllinni. Já, þetta er sterkur heimavöllur. Já, þetta er það. Þetta er vígi. Hefur verið það allavega. Já. Kominn tíma að breyta því aftur. Já. Við skulum líta á stöðunni í deildinni. Við fáum það upp á skjáinni á. Að þetta eru tvö lið sem eru að berjast á sikkurum enda deildarinnar. Káramenn eru bara að berjast fyrir lífi sínu og þetta er orðið svona slagur á milli Kára og KFG. Það er bara, held ég, þannig að þarna verður þessi tvö lið verða að berjast að halda sæti sinni í deildinni. Já, þetta er allavega orðið dálítið þannig. Hinn liðin fyrir ofan er búin að skilja sér dálítið og já, verður bara þetta á milli þessi tveggja lið eins og segir, KFG og Kára þangað til að örugglega bara þangað til 19. umferðinni. Já. Þá er bara innbyrðis leikur og það er bara hvort liðið vinnur það. Já, það getur orðið hörkuleikur og hann er í Garðabæ. Hann er í Garðabæ. Já. Það er útileikur. Þessi lið hafa mæst aðeins tvisvar sinnum. Er það rétt? Það er tölfræðin sem við erum með. Ég er samt ekki að kaupa hana en það er allavega þannig að í síðustu leikjum þá hefur farið 1-1 jafntefli á IR-vellinum. Ég var á þeim leik og það var svona áhugaverður leikur. Já, það var alveg kaflaskiptur leikur. Mjög svo. Kári það gengi illa minnum í leiknum undan. Þeir komu alveg dýrvitlaust í leiks í fyrri hálfleik og voru bara yfirspiluðu í raun og veru þannig að þangað til svona lok hálfleiksins. En síðan bara var seinni hálfleikurinn algjörlega eign IR. Já, gjörsamlega snýrist í hálfleik bara. Og bara í raun og veru Káramenn heppnir að ná jafnteflinu. Það má alveg segja það. Eins góði vorum í fyrri hálfleik og hefðum alveg mátt vera meira en 1-0 yfir í hálfleik en í loka flautinu þá vorum við, eins og segir, bara dálítið heppnir að hafa farið með 1 stig. Gunnar Bragi má markmaður í þessu leik og hann átti líklega sin besta leik á tímabilinu. Já, ég held að það sé alveg hárrétt þér. Hann var mjög flottur og síðan er þarna leikur frá 2013 sem fór 5-2 fyrir Lengjubikar líklega og fór 5-2. Þetta er fyrir samstarf IA og Kára held ég, rétt á undan nokkrum mánuðum. Já, passar. Nei, ekki rétt á undan, 1 ári undan. Já, 1 ári undan. 2014 byrjuðum við að strákarnir í þessu. 2013 var fjall Kári úr 3. deild og eftir það. Passar. Já. Þetta eru síðustu 5 leikir hjá Kára. Þú varst að spila leikinn fyrir austan fyrir viku síðan eða svo? Já. Þetta er eitthvað mest kjaftaðisleikur sem þú spila væntanlega? Ég get allavega orðað hann, þetta er einn opnasti leikur sem ég spila. Já. Það var bara... Það var ekki spiluð vörn í þessu leik? Nei, valla. Það var bara valla sókn á þess að vera færi og valla færi á þess að vera skorast. Já. Þetta var alveg með ólíkindum. Já, Fjarðabyggð kemst 5-1 yfir og þá eru leiki vanlega búnir en það var ekki þessu leik heldur. Nei, við heldum aldeilis ekki, sko. Nei, það var 5-4 sem Kári var komin í bara þegar 10 mínútur voru eftir cirka, eða korter eða svo? Já, jú, korter, gott það var ekki korter, Andri skoraði úr vítinu. Já, en hvað datt á botnin úr þessu hjá ykkur? Já, svo fáum við bara
hvort það verður ekki 30-40 sekúndum eftir að við skorum 5-4 að þá rjúka þeir bara upp og skora 6-4. Þannig að það var svona vindurinn dálítið farinn, mómentið farið. Þannig að þetta var erfiður leikur. Það er rosalega erfitt að fara líka austur að spila. Leiknir Fáskrúðsfirði er líka helviti öflugir útivelli. Já, þeir eru það. Þess á sínum heimavelli. En þannig að það hefur ekki gengið nógu vel. En þetta var greiðlega sterkur sigur hérna í síðasta heimaleik á móti Vestra og algjörlega nauðsynlegur. Það var það og einhvern veginn gjörsamlega út úr karakter hjá Kára þessi leikur. Sammála því? Það er vanalega, hann var kannski agaðri svolítið. Já, miklu agaðri heldur. Við áttum einn svona leik í fyrra og það var heima líka á móti Gróttu. Já. En annars þetta var virkilega góður og agaður varnarleikur og Ingimar var búinn að fara líka mjög vel yfir það og bara hrósa innkominu hjá Ingimar. Já, hvernig er hann búinn að vera? Hann náttúrulega bara þetta fyrsta svona alvöru þjálfara starfið hans. Já, þetta bara fyrsta þjálfara starfið að einhverju viti sem hann hefur tekið að sér og búinn að koma virkilega vel inn í þetta og flækir hlutin ekkert allt of mikið. Nei, endi fótbolti ekki flókin íþrótt. Nei, hann er það ekki, það er alveg rétt hjá þér og sækir bara, reynir dálítið að sækja svona gildin sem að hafa dálítið gleymst hjá okkur, bara talar að Kári sé stemmingslið og sem er alveg rétt og barátta og svo þetta bara passjónið og hann dálítið að reyna að fá það tilbaka. Ég meina, það sýnist í þessum Vestraleik og það sýnist þegar við erum 5-1 undir móti Fjarðabyggð. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta allavega í rétta átt, það má segja það sko. En íringar þeir hafa bröðsótt byrjun hjá þeim, náttúrulega spáð að vera svona í efstu sætunum í deildinni fyrir tímabili. Þeir byrjuðu eiginlega bara mjög illa og en núna í síðustu leikjum þá hefur þetta algjörlega snúist við og þeir eru bara eiginlega heitasta lið í annarri deildinni á staðan núna. Já, ég held að það sé alveg hægt að segja það. Þeir eru á svakalegu rönni og það sýnir bara hvað þessi deild er, nú bara eins og nánast alla deildir á Íslandi eru í dag. Já. Þú tekur smá rönn, einhverja 4-5 leiki og þá ertu bara komin allt í einu í einhverja baráttu þar sem þú sást aldrei fram að þú yrðir í sko. Já, og svona einhvern veginn lið hefur verið síðustu ár svona svolítið, kannski einkennilegt að því leiti að það eru rosalegar mannabreytingar og ég held að þeir finna alveg fyrir að þeir mistu menn held ég fyrir tímabili eins og Jón Gísla Ström og svona sem hafa verið leikmenn og svona, þannig að þeir kannski bara tíma að stilla saman strengi, mistu þjálfara rétt fyrir tímabil og þetta er búið að vera kannski svolítið erfitt að fara inn í maímánuð. Já, ég get alveg trúið því. Við náttúrulega lendum í svipu bara rétt eftir að tímabili byrjar og ég get alveg trúið því að innkoma nýs þjálfara og svona tekur smá tíma að koma svona sínum áherslum inn og slíkt. En eins og segir líka að hafa verið núna síðustu 3-4 ár bara 10 inn, 10 út, bara gamla góða Valur. Já, eiginlega, þetta minnir svolítið á Val svona fyrir 10 ára síðan. Þeir voru með einhverja 7-8 lánsmenn í fyrra sem náttúrulega bara duttu bara út. Hverja bara braut á haustið en þeir virðast vera að púsla sér ágætlega saman núna og þeir eru, eins og ég segi, virkilega góður rönni og búin að taka 4 leikja síðustu 5 ár, það ekki? Jú, ég held að séu með þá tölfræði, þeir séu með 4 á síðustu 5. Já. En eru við, kannski bara förum yfir byrjunarliðin og við förum yfir byrjunarlið Kára. Þá er það Aron Bjarki Kristjánsson í markinu, kom svona eiginlega nýverið af láni frá Skaganum. Kom bara rétt fyrir glugga segi ég og hefur komið mjög sterkur inn. Og síðan er númer 2 Árni Þór Árnason, númer 4 Birgir Steinn Ellingsen, Guðfinnur Þór Leósson númer 6, númer 7 er fyrirliðinn Andri Júlíusson, númer 8 Ólafur Karel Eiríksson, númer 9 Marino Hilmar Ásgeirsson, númer 18 Sindri Snæfells Kristinsson, númer 19 Eggert Kári Karlsson, 23 er Gísli Ræksdal Unnarsson og númer 26 er Arnleifur Hjörleifsson. Og hvernig er þessu stilt upp? Það er bara farið back to basics í 4-4-2 í dag. Já. Sindri Snæfells dettur niður í hafsendin, Árni Þór hægra megin, Arnleifur vinstra megin og Birgir Steinn með Sindra í hafsendinum. Svo förum við á hægri kantinn, það er Marino Hilmar. Vinstri kantinu kemur nýr inn Gísli Laxdal í sin fyrsta leik
Já, nákvæmlega, hann bara sem fyrsta leik bara fyrir Kára, Já, nýbúinn að skipta yfir frá Skallagrím og stóð sér vel þar og staði sér vel í öðru flokki og spenntur að sjá hvernig hann kemur inn í þetta hjá Káramönnum. Já. Svo á miðjunni eru Óli Karel og Guðfinnur og upp á topp svo Andri, Júl og Eggert Kári. Já, og ef við förum yfir varamannabekkin þá hann þannig að Gunnar Bragi varamarkmaður, síðan það Teitur Pétursson sem spilaði með ÍR-ingum á síðasta tímabili. Já, það passar. Númer 11 Haraldur Sturlaugsson, Auðun Ingi Hrólfsson, númer 14, númer 17 Ragnar Már Lárusson, númer 20 Benedikt Valur Árnason, númer 24 Marteinn Theódórsson og Ingimar Elí Hlinsson þjálfari, en Marteinn, hann var einnig að spila með Skallagrimi fyrir á þessu tímabili. Og þetta líka fyrsti? Þetta fyrsti skipt sem hann með okkur líka, já. Dálítið að nýjum andlitum, þetta hafa nokkrir farið út í nám. Já, og finnum við það, hverjir það eru? Það Kristófer. Kristófer fer aftur út í Dúk og Gummi Sig, markmaður, hann fer aftur til Florida. Já. Hilmar fer svo nýr til Albany, rétt fyrir New York. Og Róbert líka farinn. Ég man ekki alveg í hvað skóla hann. Nei. Þannig að þetta eru fjóri leikmenn. 4 sterkir strákar og að gefa þeim smá shoutout, ég veit að þeir eru að horfa. Já, og liðið hjá ÍR þannig að skipa Helgi Freyr Þorsteinsson kemur aftur í markið frá síðasta leik þar sem hann var í banni og það var nú bara 17 ára gutti sem stóð í markinu. Já. Gylfi Steinn Guðmundsson, nr. 2, Reynir Haraldsson, nr. 3, hann er nú tónlistarmaður. Hann er tónlistarmaður. Hann í véljulegum gaurum með honum Viktor Jónssoni. Já, það passar. Framherja Skagamanna. Ég hef gaman að þeim. Já, og nr. 4 Már Viðarsson og nr. 6 Faku Eskorti, nr. 7 Ágúst Freyr Hallsson, Alexander Kostic nr. 8, sonur Lúka. Passar. Andri Solarsano nr. 10 og nr. 11 Bragi Karl Bjarkason, Ari Viðarsson nr. 16 og Axel Kári Vignisson fyrirliði nr. 22. Hverjir eru svona sterkustu menn ÍR-inga? Áttar á því? Það eru nokkrir góði spilarar þarna hjá þeim. Ég persónulega átti ágætis erfiðleikum með Ágúst Freyr Hallsson í fyrirleiknum. Hann náttúrulega skorar markið. Reynslu í Pepsi reynilega ekki. Var hann ekki að spila með, hann allan að spila í Inkasso-deildinni. Já, ég man það ekki alveg. Það er kannski ruglið mér, mér finnst það eins og en ekki Bliki eða HK. Það er. Nú þetta stór um mér, þannig að það skulum ekki. Þetta er ómikið fyrir mig. Já. En Reynir sterkur vinstramegin, kemur mikið upp. Já. Og fyrirliðin líka, hann er bara svona einfaldur spilari. Gerir sitt og rekur menn áfram. Það er líka ánægð með útlendingana, annað er frá Argentínu og hinn frá Guatemala. Já, það er skemmtilega með þetta. Já, við Skagamenn höfum nú ekki oft fengið einhverju svona exotíska leikmenn. Nei, alls ekki. Það helst kannski 2013, fengið við 2 Spánverja. Já, og Hector Pena og Garcia. Reyndar sko, Joshua Watt, hann spilaði eitt leik, hann kom frá Ibiza held ég. Já, hann kom beint frá Ibiza og borðaði bara núðlur. Já. En við skulum fara við varamannabekkin hjá ÍR-ingum. Það er Adam Thorstensen sem spilaði síðasta leik, ungur strákur, síðan Aron Gauti Magnússon, Stefnir Stefánsson. Það er bróðir Björgvins? Það er bróðir Björgvins, jú. Þeir eru ekki gamlir? Eru tvíburabræður? Þeir eru tvíburabræður. Það er ekki eitthvað svona annar fættur í janúar hinn desember? Nei, það er ekki alveg þannig. En Gunnar Óli Björgvinsson, Ívan Óli Santos, nr. 20, nr. 21 Róbert Andri Ómarsson, nr. 26 Viktor Örn Guðmundsson. Þjálfarið er Jóhannes Guðlaugsson, Skagamaðurinn knái. Já, það passar. Hann spilaði náttúrulega með Skaganum hérna í kringum 90, er bróðir Magnu og og Jófríðar og og þjálfaði held ég kvennalið Skagans fyrir einhverjum 15 eða ég veit ekki 2004, 2005, 2006 einhver svo leiðis. En hér ganga liðin inn á völlin. Dómarar leiksins eru þeir Ásmundur Þór Sveinsson og honum til hals og traust eru Daniel Ingi Þórisson og Jakub Marcin Ró. Ætli það sé færeyskur? Það svona. Já, getur alveg. Nei, ég er bara að djóka.
Það er ekki... Það er það, jæja. Ég fekk hérna ábendingu það að það var ekki rétt hjá mér. Já, fengum ábendingu frá tæknimanni. Já. Það er engin stundvís í þessu, það er klukkan orðin rúmlega. Já. Það er nú bara eins og það er. Já, það er nú bara þannig. Fer í svona ferkantaða manni eins og mig. En þú vilt ekkert svona, við viljum ekkert vera að spá neitt fyrir annan leik. Nei, ég hugsi við sleppum því bara. Við getum allan ekki sagt að bæði lið voru hansi fókusurðu hérna í uppbytun og það stefnir í enda er mikið undir fyrir bæði lið. Íringar eru hreinlega bara að berjast, eru ennþá í sjensum að komast upp sko. Já, og með sigri í dag þá eru þau bara í góðri stöðu. Já, virkilega góðri stöðu. En á samanskapi er blóðu bara fallbarátta hjá Káramönnum og þeir eru bestið með bakið upp í vegg. Já, oft verið það allavega. Já, hafa verið það allavega í gegnum tíðina. Oft verið það sko. Og það er gamla góða liðsmyndin, það klikkar ekki hjá Káramönnum. Það er komið ansi, þetta eru flott ljósmyndasafn hjá Svenna. Já, og menn eru orðin dálítið vanafastir í þessu líka. Já. Það þarf ekki lengur að biðja mennum að stilla sér upp, það er bara klárt að biðja þetta fyrirliðanum og svo er mynd. Ég hef mjög gaman að þessu. Já. Ég sammála því. Ánægður með þetta. Já, mér finnst það skemmtilega hefð að menn fá svona aðeins að púsa sér saman hann rétt fyrir lokin, smá banter, aðeins að segja hver er ljótustur og svona, og svo bara beint í gang. Hver er aðalega í banderónum? Það eru margir í bandernum. Þetta er mjög skemmtilegt lið. Þetta eru margir skemmtilegi strákar. Það er nefnilega málið sko. Það er skemmtileg blanda. Eggert Kári ætli, hann sé ekki mest svona í að skjóta, fyndin að kosta hann annara. Já, akkurat. Það er allt í lagi með það sko. Þegar að menn taka því ágætlega. Já. En það eru íringar sem ætla að hefja leik í Reykjanesvöllinni. Ég heyrði sko þjálfarann vera svona aðtöga hvort það mætti ekki hefja leik fyrr heldur en seinna. Já. En það er nú ekki, dómarinn hefur eitthvað þótt það er leiðileg bón og bara farið þverju auðvitað við það. Ætli það sé eitthvað skipulagt liðspartí hjá hann? Það gæti verið, hver mínúta skiptir máli. Já, það geti alveg verið. En þá er leikurinn farinn af stað og það eru Káramenn með innkast. Hér er brotið á Andra Júlíusinni og bara aukaspyrna á prýðilegum stað. Þetta er nú samt ekki skotfæri en þeir eru snöggir að taka þetta en íringar vel að verði. Þeir hafa reynt þetta dálítið á æfingum og leika sér í þessu. Tekist ágætlega væntanlega. Já, þetta er létt þegar það er enginn að verjast. Já. Byrja eitthvað hérna trastólk hjá Sindra í vörninni. Já, það er alltaf eitthvað. Það fylgir þessu. Já. Hann er tannlaus greið. Já, hann fór illa í fjárðarbyggðarleiknum. Já, hann endaði eins og einhver breti í sunnudagsdeildinni. Hérna er brotið á íringum. Það er agalegt að sjá drenginn, en hann er harður með þetta. Já, hann er það. En sem betur fyrir þá var þetta gervitönn. Já, hann er með falskar. Já, menn vitur það ekki. Hann er með 1 og 2 ára eða eitthvað. Menn vissi það ekki sko, menn voru, ég var virkilega impressed á honum að hann hljópar út á með tönnuna og svo bara áfram gakk. Já. Það var ekki fyrir en eftir að hann sagði mér að það var gervitönna sem það svona minkaði aðeins. Já, Sindri er einn af þessum leikmönnum sko, hann er manna prúðastur bara, sá maður sem er prúðastur utan vallar, en þegar hann kemur inn á völlin þá var hann eins og Vinnie Jones. Já, hann segir ekki ljótt orð utan vallar sko. Nei, það er nefnilega máli, það er bara... Og ef hann missir út úr sér, þá var hann fyrsti maður til að bakka sjálfur sér. Já, en það er Argentínumaðurinn Facu Escorti sem liggur hér eftir. Ég held að þetta sé nú ekki alvarlegt, en hann þarf hins vegar að fara út af
stundakvart. En talandi tvíbura, þá eru nú tvíburar hjá þeim í byrjunarliðinu hjá Íringum. Ég var einmitt að velta því fyrir mig hvort það væri sama þar. Það eru það væntanlega Ari og Már. Já, Viðarssynir. Ég geri ekki greinum á milli þeirra. Ég hef ekki hitt á nógu oft. En til þess eru númerinn, þannig við getum átt okkur á því. Og þetta er slöggsending. Kárum að vinna þetta. Andri á Eggert sem vissi bolta svolítið langt frá sér. Og ég ringa að komast í þetta. Ágætlega að spila hérna hjá Árna og Marino. Andri gefur þó boltan á Alexander og Íringar geysast hér í sókn. Það er kross inn í sem Birgir setur í innkast. Ég veit ekki hvort þið séu búin að taka eftir en grasið í höllinu var bleikt í dag. Er það í fyrsta sinn eða? Ég held það, já. En er það eitthvað, viljum við það? Viljum við ekki hafa bara skraufa þurrt og bara... Nei, við viljum fá alvöru flæði. Já. Allavega við Káramenn. Já, þið viljum hafa alvöru. Við viljum alvöru flæði. Já, ég er reyndar ánægður með það. En hvað, menna í dag var bara að byrja að bleita bara klukkan 1 eða? Skagamenn eiga leik við Stjörnuna á sunnudagskvöld. Já. Og þar er bleitt. Já. Svo þeir æfðu aðeins fyrir í dag og það var bleitt fyrir það. Ég skil þig. Já, það er alvöru. Já, og það er líka ágætt að það er svona svolítið síðan á bleikt. Þannig að það er bara svona passlega mikið reynsli. Það er gott. Það er hornspyrna. Þetta er svolítið hárbolti en... Nei, Kárum að koma að þessu í burtu. Marino reynir langa bolta hérna. Ætlaði Gísla þennan bolta held ég, en Gísli var líka rángstæð þannig að það er bara alltaf skott að setja hann bara á markmanninn. Halda honum í leik. Já. Það dettur skort í. En við töluðum hérna er ágætis bolti inn á Gísla, hann nær þessum og reynir hér fyrirgjöf. Fínasta sending. Já, ágætis sending. Já, við töluðum að Íringar hefðu nú mist nokkra stóra pósta en það gerir Káramenn svo sem líka fyrir tímabilið, það voru svona skakkaföll. Já. Bæði það, við sjáum eins og Gulli sem er búinn að leika stórt hlutverk síðustu ár, hann er ekki búinn að, það er aðallega út af meiðslum? Já, eða eiginlega meira bara svona smá leiði. Og En hann byrjaði hins vegar, hann var eitthvað meiddur eða ekki? Jú, hann byrjaði meiddur. Og svo hafði hann svona minkandi áhuga og ákvað að taka sér bara pásu og það er allt gott að blæsa með það. Við segjum það, við viljum ekki fá einhverja kulnun í starfi? Nei, alls ekki. Alls ekki. Og Már inn í sendingu. Þessar sendingar hjá báðum liðum fyrstum sinn hafa reynst varnarmönnum auðveldar. Já, góða sendingar en enginn er einhvern veginn að gera allu að ná honum. Nei. Við köllum eftir Grettu í teiknum. Við gerum það. Þessi er búið að vera svona svolítið rót á Káraliðinu eins og í síðasta á móti IR þá sem skoraði markið þá var Stefán Ómar. Hann er ekki lengur. Ragnar Leósson fluttið til Danmerkur. Þannig að það er svona eitt og annað. Já, það hefur verið dálítið en það kemur alltaf maður á stað. Já, það gerir það hérna
á Káramönnum. Já, hérna á Skaganum. Já, gerir það. Nóg að mönnum. Það er alveg hárrétt. Búum við það lúxusvandamál. Já, það er bara flott. Og eins fyrir þessar annarflokks stráka, ég er mjög hlynntur því að þeir fá að spila meira með okkur. Já. Ekkert endilega bara því að við verum betri heldur að því að þeir verða það sjálfur. Já, þetta er ansi góður reynsla að fá að spila. Þetta er líka, önnur deildin er bara flott. Já. Ágætis skeiði. Sér það eins og fyrir Óla Karel að fá leikinn eins og á móti Vestra daginn. Það er bara priceless reynsla að mínum mati. Þetta er stór hættulegt. En vel gert hjá Birgi. Já, vel gert hjá Birgi, en það var Ágúst Freyr sem var þarna við það að sleppa í gegn. Sjáum þetta hér aftur. Þarna er spýtingin. Já, það er búið að vökva grassið. Það er alveg deginuljósara. Menn eru óvanir. Já, þetta verður komið eftir hálftíma leik. Já, sirka. Eitthvað, þetta er þriðja hornspyrnan eða ekki, hjá Íringum? Jú, gott ef ekki. Ég held að önnur að þriðja. Þetta er hættulegt. Hver er það þarna sem hálfpartinn bjargar á línu? Arnleifur. Arnleifur. Skila sín hlutverki á ferðstönginni. Sér hvað er mikilvægt að vera með mannan á ferðstönginni. Já. Það er hann að hótt. Já. Hann missir Aron boltan. Já, það er ekki allir sammála því að það eigi að vera, það er svona nútíma hugsun að vera ekki með menn hann á. Já, það er einhver lenska í þessu. Ég er meira hrifinn af því að hafa menn sem að geta aðstofa markmanninn og varið ef hann er á leiðinni. En já, það var brotið á Marino í tegnum. Sjáum, hvað gerir þér? Ferðstönginni. Já. Sparkar upp í hann. Já. Hann legið áður. Þannig að hann kemur tilbaka á þessu. Já, heldur betur. Já. Ágætis skipting hérna og þetta fer nú bara í markspyrnu. Sér eitt af því sem að Ingimar er að koma með inn er að menn vinni sína varnarvinnu og liði bakki aðeins meira. Já. Byrji neðar og ef að spila fram hjá mönnum að þeir skili sér þá strax bak við bolta. Já. Og það sást greinilega að menn voru tilbúinir í það á móti Vestra. Heldur betur. Spurning hvort að það endist hérna í 90 mínútur í dag. Svona dálítið öðru sig heldur en Káraliðið hefur verið að gera sko. Já, það er alveg hárrétt. Það hefur verið svona meira svona sóknar. Já, meiri pressa og læti og svona framalega á vellinu. En það er allavega gott að geta gert bæði. Já, það er það. Og við erum snýtt það. Þessi leikur hefur svona farið frekar rólega af stað. Já. Það er að Marino. Og Andri, en samskiptaleysi hann. Já.
Alexander situr hann inn á miðsvæði. En þetta getur nú orðið, þetta ágætlega gert. Já, Ágústi. Már með sendingun inn fyrir. Aron fleytir þessu í burtu. Og hér hann ennþá með boltan, rennur honum hér út, en nei. Það koma núna nokkru sinnum í leiknum eins og við vorum að tala fyrir leik að Reynir hérna vinstri bak sækir mjög mikið upp, snöggur að koma sér í stöðu og snöggur að koma honum fyrir markið. Já, og ég náttúrulega byrði Reyni ásökunar að kalla hann Má til þess að en það nú bara eins og það gerist fyrir bestu menn. Já, það kemur fyrir alla. En já, það er búið að gerast nú nokkur sinnum. Já. Og greinilega sótt mikið, að leita mikið í það. Já. Hjá þeim, Íringunum að vinstri kantmaðurinn leysir inn og býr til pláss fyrir Reyni að koma. Fín sending á Sindra hér á Egger sem getur tekið bolta með sér. Og þarna Frábær sendingu Sindra. Já, algjörlega frábær. Vel gert hjá Guðfinni. Og Alexander setur hann hérna út á. Nei, hann kemst Gísli inn í þessa sendingu. Nei, það er Reynir sem heldur hér fram völlinn fyrir Írringa. Bragi með sendingu inn fyrir en hún fyrir bara aftur fyrir endamörk. Það gengir svona illa fyrir bæði lið að byggja upp prýðilega svo. Já, bæði lið virðast vera dálítið þétt tilbaka. Já. Og ætla að... Það er strúktúr á báðum liðum. Já, og ætla að sækja dálítið á skyndisóknum ef það er hægt. Getur orðið dálítið þurrt ef að bæði lið ætla að gera það sama. Það getur verið það. En við stjórnum því ekki hér. Nei, við gerum það ekki. Nei. Þetta er brotið á Andra. Það er fyrir liðin Axel sem gerir það. Þetta er í hortspyrnu eða ekki? Jú. Arnleifur fyrir út og tekur hana. Nei, þetta er... Jú, ég ætla að segja hvort ég er mismynd eitthvað. Hann svífur yfir allan bakkann þessi. En já, þetta er brot á rétt. Brot á Ágúst. Gján við það Tildal. Það er ekki óþarfi. Nei, það er svo sem tósaði þarna í hann. Þetta er svona ströngustu fótboltareglum. Hefði verið hægt að gera eitthvað, en það hefði verið ansi soft. Já, sammála því. Spennandi að sjá hvað Kára með gerum núna. Þessi bolti þyrfti að lenda í pakkanum. Já.
Þessi var einnig aðeins svo langur. Já. Og það er hérna Guðfinnur sem reynir svona hálf svona, já, bolta sem fyrir beint í hendurnar á Helga. En já, Káramenn þurfa að gera betur í föstu leikadröfum en þetta. Já, þau verður að gera það. Já, gúst, hérna hvað karate spark. Þetta er erfitt. Og þarna er bara hagnaður sem var ræðið för, braut Guðfinna á sér. Hérna er krossinn fyrir á Ágúst sem setur hann inn í teginn aftur en þetta fer yfir markið hjá Braga. Sjáum þetta hér aftur. Fínasta sending. Ágúst ákveður að setja hann inn í teginn í staðinn fyrir að skalla sjálfur á markið og svolítið erfitt við að eiga fyrir Braga en Átni með langa bolta hér á Eggert sem er rangstæður. Þetta náðist nú ekki viðbátt, ég veit ekki alveg hvort Reynir sé búinn að fá sér eitthvað eða hann hrundi hér í jörðina. Já, vitum við hvort við sjáum þetta aftur. Þetta fannst mér svona frekar ódýrt guldspjald en ég sá svo sem ekki hvað gerðist þarna. Ég átta mig ekki Fyrir hvað þetta? alveg á því fyrir hvað þetta var. Hvort þetta var, hann steig ekkert aftan í hann eða slíkt, en hann ætla hann hefur bara fengið fyrir ykkur bakrendingu. Það getur bara að vera. Ég meina, seinna skiptið nú valla brot þegar hann brota boltanum út af en þetta er það væntanlega fyrra. já, verðist telja þannig að hann sé bara einblíðan mikið á mannin eða eitthvað svoleiðis. Já. Alexander á þannig bolt inn í og þetta, mér virtist þarna var að losna við mýringarna en það var ekki svo og þessi híminhátt yfir. Þessi aukarspennu lítur út fyrir að hafa verið æfð. Já. Allavega fyrirfram ákveðin. Hengja hann á fjæra á eitt stóran. Hérna, hvað, fór hann í loftið boltina? Já. Já, það lítur að vera. Hvort er þú hrifnar af þessu eða gamla góða innkastinu sem var hérna dæmt þegar boltinn fór upp í rjáfur? Það er erfitt að segja. Ég sem varnarmaður er virkilega hrifinn af því að fá að sparka boltanum bara tilbaka ef maður hreinsar honum upp í. Já. Og það er ágætt að nýta sér það þá bara og hérna ef það liður undir pressu og maður er í sensa, negla honum það bara upp og já, nákvæmlega. Það var bara hægt að hérna Hérna kom að Káramenn og nei, þetta var ekki góð sendingi á Marino þarna. Það var bara hægt að stilla upp aftur og senda hann tilbaka í róleitunum. Já, akkurat. Ætli innkastið sé ekki svona réttlátast.
Eflaust, þetta svolítið flókið mál, sko. Já, þetta það, sko. Þú veist það, þegar maður í sókn og svo þær maður allt í einu bolta bara í markmanninn. Já, nákvæmlega. Og Gísli reynir að komast þarna fram hjá. Nei. Fer í loftið. Það fer í loftið. Þetta svona ókosturinn við að spila inni. Þetta er kannski ekki skemmtilegt. Nei, en eins og það eru margir kostið við að spila inni. Já. Eins og núna er hífandi rók úti og þetta agalega fína logninni. Já. Marino. Svo aldrei rigning. Nei, það alveg hárrétt. Það væri gott að vera með opnanlegt þak hérna. Já, ég sammála því. Það var skemmtilegt. Sindri með flotta sendingu á Eggert, hann lætur hann fara en það gengur ekki. Sindri Árna, hérna að opna svolítið svæðið fyrir Marino. Árni Sindri það og... Nei, það gekk ekki alveg. Hugmyndin fín. Já, hérna... Var svona, já, svona skapast einhvers konar rými fyrir Marino og íringar hafa nú ekki gefið mikið af því. Nei, alls ekki. Þeir hafa verið mjög þéttir og flottir tilbaka og Káramennirinn hafa haft fásvörfi. Já, hingað til allavega. Ekki alveg verið að ná að tengja svona framalega á vellinum. Nei. Og í rauninni íringar ekki heldur sín megin. Nei, það er alveg hárrétt. Þeir hafa meira bara verið að komast í hornin og krásanum fyrir. Já. Já, hérna sjáum við flotta baráttu. Andra og Gísli. Vel gert hjá Gísla hérna. Hann er komin í ágætis stöðu. Hann setur hann bara markið. En þetta er svo sem auðvelt fyrir Helga. En vel gert hjá Gísla eins og fram að skotinu. Góða sprettur. Og skotið svo sem ekki træðilegt. Ágætis tilraun. Já, við má ekki reyna þetta. Já. Þessi bara hátt og bara beint í fangi á Aroni. Skemmtilegt spil. Já, mjög flott og þarna er Marino ekki langt frá því að ná að koma boltanum inn á Eggert sem var hérna að stinga sig inn fyrir. Það er hrifin að svona, við viljum meira svona tengi spil. Já. Linka dálítið saman upp á 1-2 og svo í gegn. Þetta er stóra hættulegt í íringum en það kom aðeins mikið fyrir. Vel gert, já, gert í þarna. En það er íringar horn. Svo ekki að... Alveg að koma hálftími og það er ekki komið mark. Það er óvanalegt hérna í höllinni.
Já, það er ekki algeng. Ja, við erum ekki farnir að venjast í allavega að Káramenn séu svona djúpt niðri og þéttir. Nei. Hingað til verður Áhorfendur fengið allt fyrir peninginn. Já, heldur betur. Heldur betur. Heldur betur maður. Við óskum eftir marki frá Kára. Já, við gerum það. Við opnaðum leikinn aðeins. Já, það væri svona skemmtilegra. Já, eða hvort það myndi ekki bara loka leiknum ennþá frekar. Já, ég geti jafnvel gert með hvernig Kára er að spila núna. Við verðum allavega til í smá fút í þetta. Já. Og Eggert, þetta er held ég reyndar ekki rétt dómarunum. Þarna virtist bara Íringur fara í boltan en fór vissulega í Eggert. Já, tekur Eggert með. Dómarinn sennilega meður að svo að þurfa að fara í gegnum Eggert til að ná í boltan. Já. Aukaspyrna á stórhættulegum stað, ekki að sér. Já, hver tekur hana? Andri? Já, ætlaði að vera ekki frendi minn. Frekastur. Já. Það er ekki... Núi! Þetta var rosalega vel útfært alveg fram á síðustu. Andri var nú fyrir innan held ég þegar sendingin kom á hann. Já, hann hefði verið rángstæður. Hann flaggaði allavega þetta var ansi áhugavert og skemmtilegt. Skemmtileg tilraun. Já, þetta var bindað einhversæðinu. Það er ekki annað að þetta segja. Ég get ekki logið um það. Nei, þú getur það ekki. Þetta er bindað einhversæðinu. Rángstað. Já, við sjáum aftur hérna útfærsluna. Þetta er náttúrulega algjörlega geggjað, en ertu eitthvað viss um það? Andri hafi verið inn fyrir innan. Ekki sannfærður. Nei, ekki sannfærður. Alls ekki sannfærður. Káramenn á ekki að gera sér mat úr þessu. Sem fyrir þá falla Káramenn bara tilbaka og leyfa Íringum að rúla boltanum aftast á vellinum. Léleg sending á Andra hérna. Missa boltan óþarlega mikið hérna á miðsvæðinu.
koma þessi burtu hana. Já, Káramenn eru ekki mjög hátt upp á vellinum. Nei, alls ekki. En hérna er Bragi. Já, þetta er ekki að Alexander Birgir er að stoppa þetta hana, vel gert. Marlon neglir þessu bara í burtu og þetta er svona bara skynsemi í því. Já, þá er þetta stilla upp aftur og koma boltana bara tilbaka. Já, þessi inn á ennþá. Hættulegur leikur. Já, þetta var svona, það var áhætta í þessu. Þetta var Sindri Snæfell sem við þekkjum. Já, þetta er akkurat óútreiknanlegur. Já, tekur sína sénsa bara. Og hér er Gísli. Nei. Það er að koma með innkast samt. Já. Þetta er kæruleysi hjá Ólafi hana. Herðu, hérna eru Káramenn komnir í stórhættulega sókn. En... Nei. Ná ekki að koma skoti á mark. Nei, þetta er svona, hefur verið nokkur næstum því góð færi hjá Kára. En það vantar að henda hnútinn á það. Það vantar þessi svokölluðu úrslita sendingu. Já, það vantar hana. Vantar hana dálítið. Og hlutinni gera kannski ekkert hratt í uppbyggingu sóknar hjá Víðingum. Nei. Þetta er svona svolítið mikið verið að láta boltan ganga og Káramenn bíða bara. Allt gott að blasa með það, það er fínt bara. Þeir skora ekki með þeir eru með boltan og sínum með vallarheiming. Þetta er svolítið búið leikur hérna búin að bera þess merki að hvort liðið ætlar að gera einhver mistök. Já, hvort liðið ætlar að tapa í dag. Það er bara mjög greinilegt. Skot í með þessu mikið hérna. Arnleifur kemur honum strax upp eins og áður. Já, og það er ekkert komin á ferðina. Þetta er brot. Nei. Mátt dæma þetta. Já, hann dæmir ekki. Ætli hafi verið margir argentískir leikmenn sem hafa spilað á Íslandi? Ég er svona í flötu bræðir svona... Ég man ekki eftir neinum sem það þarf að segja það sko. Hvort er þú meira svona Messi eða Frans Páamaður? Svona argentísk? Ég sé meiri Messi maður, það er viðkunni það. Já. Ég er svolítið fyrir Frans en... Já, þú ert Páamegin. Já, ég er Páamegin, svolítið. Já, sko Frans. Já, Frans Páa. Já, Frans Páa, ekkert endilega alltaf Páa. Meni. Og þá er að Reynir. Hann á langt síðan kom lag með venjulegum gaurum, eða ekki? Já, það er orðið full langt.
Við óskum eftir því ef Viktor hlusta, hann kom með þeim skilaboðum, eða kom ekki þeim skilaboðum, þetta bara heyri hlusti á okkur. Já. Og Reynir, hér er svona ágætið svæði fyrir hann, stilla upp og senda inn í og þetta er bara prýðileg sending en Aron heyrði þetta. Engin á endanum á henni. Nei. En já, ef Viktor er að hlusta og þess vegna ef Hallur Flósson er að hlusta þá erum við alveg til í annað collaboration hjá þeim. Já, hann sagði mitt við mig að þetta var svona warm-up. Þetta, sko lagið sem þeir gerðu, það væri slagar á leiðinni. Já, það er svoleiðis. Þannig að við tristum á að það gerist áður en sumarið klárast. Já, fyrir en seinna. Já. Ná ekki að brjóta sér leið í gegnum Nei, og núna hafa þetta tækifæri til að gera. Nei, þetta gekk ekki. Flott. Já, ég sammála þessu dómi. Það þarf að taka á svona þegar sólin er hátt upp á lofti. Já. Svona talaði stjórnlausa, eða þannig? Já, bara ef að sólin er hættulega hátt á lofti og sama hvort að það fari í boltan eða ekki, eða mannin eða hvað. Ég vil bara fá brot á það. Og dómarinn virðist vera sammála mér. Já, þeir eru sammála í þessu. Já. Þarna er bara að fara í hlaði í skot. Já. En Káramennir eru fljótir. Snöggir að skilja sér tilbaka. Það vantar ekki. Ingimar líflegur á hliðarlínunni. Já. Kemur skilaboðið minn alveg í gríð og verk. Já, hann gerir eins og Jókali, hann er með svona sérstól. Já. Ánægður með það. Já. Þetta er algjör... Já, þetta var mjög kærulaust og mér finnst nú dómarinn heldur góður við Káramenn að sleppa ekki þarna. Þarna voru alveg klálega hendur. Já, rífur hann niður. Já, þarna Káramenn heppnir þarna og Birgir heppnir þarna eftir kærulaus í vörninni. Já. Ágúst er eins og við sjáum ekki sáttur við dómarann þarna. Nei, skiljanlega. Mörguleiti allavega. Já. Arnar Már Guðjónsson er í liðstjórn Kára í þessum leik. Hann er væntanlega til þess að vera að peppa. Já, og svona svipað eins og þegar við fengum Árna Snæ, markmann og fyrirliða afmælisbarn dagsins. Já, við óskum honum til hamingju að sjálfsögðu. Innilega til hamingju með afmælið og við fengum hann með okkur á móti Vestra. Já, þetta er frábær bolti og Eggert setur hann í markið. Það var ekkert annað að gera þarna en að setja boltan í markið. Þetta var flott og við viljum kannski fá að sjá þetta aftur ef við getum. Hérna sjáum við þetta. Það er Gísli sem á krossin. Þetta er algjörlega, hann er aleinn inn í tegnum, hann Eggert. Einfalt, innanfótar, fram hjá markmanninum.
Já, hann það nálægt markmanninu, hann hefði bara þurft að sparka í hann til Já, þurfti bara aðeins að snerta. Það var bara þurfti snertinguna þarna og Káramennum komnir í 1-0 þegar ekki mikið er eftir af fyrri hálfleik og hér liggur Helgi og það er náttúrulega áhyggjuefni fyrir Íringa ef hann er meiddur. Varamarkmaðurinn farin beint í að hitta. Já, hann spilaði nú 90 mínútur síðasta leik sem þeir unnu, þannig að hann er nú ekki verið en það. Nei, hann er nú ekki, en hann er einungis 17 ára gamall samt sem áður. Já. Hann hélt með þess að reynu á móti Völsungi. Já, það er vel gert. Þannig að En gífurlega mikilvægt fyrir Káramenn að koma sér yfir hérna rétt fyrir hálfleik. já, það er menn segja að það sé besti tímapunkturinn að skora er svona rétt fyrir hálfleik. Já, eða rétt fyrir leikslokk. Já. Það er það ekki aðeins betra. Það er oft betra sko. Ef það ert að koma liðinni yfir þar að segja. Já. Það er svona mest að höggið meðan leik stendur að fá það svona rétt fyrir hálfleik og koma svona svektur og súr inn í hálfleikin. Og hér erum við að sjá markið aftur. Sjá þetta er náttúrulega svolítið einkennilegt hvað Eggert er af einn þarna. Kemur á blindu hliðina. Þetta er ágætis byrjun hjá Gísla. Já, guldsending og sneiplað sér strax inn hérna. Borgnur flottur, átti flottan sprett þarna fyrir hálfleiknum. Eina alvöru færi Káramanna í rauninni fram að þessu. Já. En Helgi er staðinn upp. Þetta er svona það sem mér finnst að Aron hafa komið vel með inn hérna, í leikinn hjá okkur Káramönnum að hann kemur og sækir sína bolta þegar þeir komin í teginn. Já, hann er náttúrulega er svona skrokkur svolítið hávaxinn sko. Já, það er svona gott presence á honum og lætur í sér heyra þegar hann ætlar að taka hann og menn bara gefa því traust, gefa kallinu traust. Öruggur inn í teignum. Já, mjög. Þetta er mikið barátta og Marino á... Gerir vel í að halda boltanum. Þetta er bara fínn bolti en Gísli nær þessu núna samt ekki. Og venjulegur leiktími liðinni fyrir hálfleik. Það bæti ekki við eins og 1-2 mínútur. Já, með svona 2 mínútur kannski sennilegt. Þetta er alveg leigi í mínútu þarna, markmaðurinn. Þétt setið hérna Akranessvöllin í kvöld. Já, þetta er bara helvíti góð mæting líka sérstaklega með við. Það er ofta erfitt að föstudagsleikinni geta verið erfiðir en það er alveg merkilegt í raun og veru hvað stuðningurinn er raun og veru hvað mætingin alltaf á Káraleiki. Þetta er náttúrulega ekki aðaliðið í bæjarfélaginu. Ég held að þessi ég var á IR náttúrulega vellinum þarna þegar þeir mættust og það voru töluvert færri sem voru mættir þar og það er náttúrulega rótgróið félag. Já, algjörlega og allur svona stöðningur bara gjörsamlega ómetanlegur bæði fyrir félagi sem held og fyrir okkur leikmennina. Já. Það sýnir að fólk er til í að taka þátt í þessu með okkur. Algjörlega. En núna held ég að er nú að flauta þannig fyrir hálfleik af en kannski fá einu að loka sóknina að Kára. Það er svolítið langur bolti frá Marino og Árna en Árnin er að halda þessu inn á en það er ekkert úr þessu. Það er yngast. Græsingur í honum frænda mínum að það. Áttar mig ekki alveg á því hvað dómarinn fær allan hann uppbótartíma.
Það er bara meira fótbolta og Já, það er bara betra. Það er bara betra okkur. Ég hugsa þetta er rétt hjá honum. Já, líklega. Ég var svolítið sent í henni það. Það er búin að dæma þetta ágætlega þetta. Já. Það var hingað til. Já, hann er bara, það er ekkert svo sem út á hann að setja. Nei. Við erum ekki eins og íslenskir íþróttafréttamenn eru búin að vera duglegir við undanfarið. Það er alveg, við látið dómarana vel heyra það. En það var loksins flautað til hálfleiks og staðan 1-0 eftir frábæra sendingu Gísla Laxdal á Eggert sem þurfti í raun og veru bara að fá boltan í sig. Já. Hann var bara stóð nánast á marklínu þegar hann skoraði markið. En þetta var vel gert, þarna sáum við markið glæsilegt og staðan 1-0 í, já, hvernig veitur hann? Daufur leikur. Já, bæði lið svona bara að passa sig og hérna eru eiginlega að bíða eftir hvort öðru sko. Já, bíða eftir að hinni gera mistök. Já, það er svolítið það sem er að gerast en við ætlum að taka okkur hlé meðan leikmenn fara til búningsklefa og við sjáum settið svona kortir eða svo. Gerum það.
Já, við erum velkomin aftur með okkur. Síðari hálfleikur fyrir að hefjast og staðan 1-0 fyrir Kára. Ægir Kári Karlsson með markið. Fyrir hálfleikur sem við fórum yfir á hann var svona tíundalítill, bæðilið svona passív og hérna við svona væntum þess kannski, eða kannski viljum við ekkert. Við erum við skemmtilegan. Nei, þessi staðan er orðin. Já, það var kannski við bara. Það er ekki að skora mikið meira. Nei, fyrir okkur allavega. Fyrir okkur. En liðin er allan komin hingað aftur, hvað segirðu? Annars er svona mest helst að frétta úr hálfleiknum að Sveinbjörn Geir, formaður, átti langbestu aukaspyrnuna. Bara sem að hefur séð bara. Já, bara algjörlega. Það er vonandi að þetta sé einhvers staðar. Ég held samt ekki að þetta hefur verið hér á upptöku. Það verið gaman að hafa náð þessu. Það hefði verið það, sko. Sveinbjörn náttúrulega einn rosalegasti markaskorari sem hefur fæðist hérna á Akranesi. Já, það. Nei, ekki? Já, jú. Þú vistum að segja það. Alveg rosalegt rekordmaður. Já. Ha. Hann er nefnilega alveg lungi fyrir frá markið, sko. Hann er með svo fast skot. Já, það er það málið. Það er það, sko. Já, ef hann er í standi og kemur sér í færi, þá hann er í standi núna, ekki? Nei, það er hérna, hvað er langt síðan hann spilaði alveg tímabil fyrir Kára? Hann er ansið mörg ára. Já, hann er komið svolítið síðan. Hann spilaði aldrei einu viti með mér allavega. Byrjaði 2014. Já. En kom alveg eitthvað inn á 2014. Já. Í nokkru leikjum, sko. Skora hann eitthvað? Ég held ekki. Nei. Held ekki, sko. Er þetta að sleppa tökunum á knattspyrnuferlinum maður? Já, það er það. Dauður knattspyrnumannsins, hann er kvalafullur. Já, hann getur verið erfið. Við höfum séð marga fara illa eftir það. Já. Sýnist Káramenn vera að undirbúa skiptingu. Já, og sérðu hver er að koma inn á hana? Það er Marteinn Theodórsson. Það er Marteinn Theodórsson. Verðist koma inn á fyrir Gísla Laxdal, sýnist mér. Skipta með sér hálfleikum. Já. Gísli átti bara flottan fyrir hálfleik. Já, fína leik. Sko, bara með hvernig leikurinn var og svona, þá var hann svona sprækur, sko. Já, og fyrsti leikur á svona þessu leveli og og assist og það er ekki hægt að kvarta yfir því. Nei. Eru íeringar líka undirbúa skiptingu? Það verðist vera. Varamarkmaðurinn er að koma út, nei, inn á segi ég. Það er Helgi sem fer út af og inn á kemur. Nú er nafni stólurinn mér. Þetta er með nafnið. Það er að koma hérna. Það er að koma. Ég sagði það áðan, það var... Það heitir svo mikið sem Adam. Adam, já. Adam Thorstensen. Það verður athyglisvert að fylgjast með Marteini, alveg eins og var að fylgjast með Gísla. Já. Það er gaman að sjá hvernig hann kemur inn í þetta. Já, hann fyrsti leikur. Það var báðir nætt sér í dýrmætarreynslu í Skallagrími, bæði í 4. og svo núna í 3. deild. Já, akkurat. Að gera stíða skrifið upp. Við Skallagrími fyrra. Já, gerðu það vel. Theodór lék nú stórt hlutverk, það er ekki, ef ég man rétt. Í því bara tímabili. Theodór, ég meina Marteinn Theodórsson, já. Marteinn. Sonur hans þetta. Já. Þetta Viðurengs. Já. Það passar allt. Veðurfræðingur Íslands. Já. Hann hefur tekið við að Sigga Storm. Getur ekki gefið honum það? Jú, ég held það. Siggi Storm er hættur að vera svona okkar helsti veðurfræðingur. Haraldur Ólafsson var náttúrulega sterkur á sínum tíma líka. Já. Það er svona eini veðurfræðingurinn, sko, Haraldur, sem svona popmenningin hefur tekið, hann sem tóku línu frá honum og Veldu Loftarósar, lagið við Sigurrósar, setning sem hann sagði í veðurfréttunum. Já, ok. Hann er eini sem hefur meikað svona þannig, sko, hefur verið að vitna í hann. Já. Þú veist of mikið, sko. Þetta er bara svona skemmtileg staðreynd. Já, það er alveg.
Skot í Reynir hérna, já. Reynir, þetta nú merkilega fínn bolti. Já. Ágúst. Það er að gera sem matur þessu. Virkaði svona fyrst þessi bolti hjá Reynir eins og þetta var einhver mistök. Já, algjörlega. En fyrirgjöfin aftur fyrir. Marteinn og náttúrulega Gísli að spila með öðrum flokki og þetta er einhver besti annar flokkur sem hefur verið hjá Skaganum bara, ég veit ekki, þeir allan að meða við töfluna. Já. Það hefur aldrei, þeir eru bara eins og, ég held að þeir eru ekki búin að tryggja sig Íslandsmeistaratitilinn svo gott. Nei, það er ekki svo gott. Er samt ekki alveg 9 stig í annarsætið eða? Þau eru annarkvort 5 eða 8, held ég. Já. Breiðablik að spila núna, held ég. Þetta er brot. Já, brot þarna. Já, þeir eru allavega að hérna... Já, þeir eru langt komni með það. Já, rosalega öflugir. Já, virkilega öflugir og voru það líka í fyrra. Það voru virkilega góður í fyrra og núna eru 3 farnir út sem spiluðu með þeim í fyrra. Já, akkurat. Og það eru strákar sem í raun og veru, 2 þeirra ættu í raun og veru að spila, vera svona fyrsta ári núna í öðrum flokki, Ísak og Hákon, eða ekki? Nei, þeir eru að vera í 3. flokki. Núna í ár? Eða ekki? Já, þú meinar. Já, það er rétt hjá þér. Já, við fáum staðfestingu á því frá kameramanni. Það er svoleiðis maður. Ólíf er á að vera á yngsta ári. Já, þannig að þeir voru yngra ári í 3. flokki. Já, það var svoleiðis. Vá. Og ég var nú á þjálfarafundi í gær og það sem að þjálfari hjá Norrköping var að fara yfir svona hvernig þeir vinna sína vinnu og þeir töluðu nú um það að þeir vonuðust til þess að Ísak fengi tækifæri núna í Allsvenskunni á þessu tímabili. Ok. Hann er búinn að vera í hóp? Hann hefur eitthvað verið allavega að ferðast með. Já. Og ferðaðist með þeim í Evrópukeppni núna en var ekki á skýrslu. Já, hann er náttúrulega 16. aldursári, já. Þetta er klaufalegt hjá Káramönnum og þeir fá mark á sig eftir vandræðagang í vörninni. Mikill vandræðagangur hann að hægra megin. Þetta kom nú bara dálítið eins og IR markið, svona þetta upp úr engu, eins og Kára markið segir. Það er Sindri Snæfell sem gerir sér sekan þessi mistök í vörninni og þau eru dýrkeypt að þessu sinni. Já, þau eru það. Þetta er nú betra fyrir áhorfandann. Já. Svo maður sé ekki hlutdrægur. Nei, það er rétt. Við erum að búa til sjónvarp hérna. Já, það er rétt. Það fögnum við þessu. Já. En já, þetta var algjör samt óþarfi í raun og veru. Algjörlega. Þessi bolti hefði mátt fara upp í loft fyrr. Já. Löngu fyrr. Og hér er skipting. Það er önnur skipting í. Skotti fer út af og inn á. Með Viktor Örn Guðmundsson. Já. Hann hefur verið að koma tilbaka úr mjög erfiðum og löngum meiðslum. Já, akkurat. Og síðan var gerð önnur skipting. Ég sá ekki hver fór út af þar. En það virðist að hafa verið Bragi. Já. Bragi fyrir út af. Já. Og Þannig kemur hann á vinstri kantinn sá sem nummer 11 eða eitthvað. Nei, nummer 11, já, þá fór Bragi ekki út af, þá er ég að rugla. Það var nummer 19. Nummer 19? Já, þetta er... Já. Það er Gunnar Óli Björgvinsson, samkvæmt skýrslu. Já. Og þetta er bara gult spjald á Marino. Ég verði að viðurkenna að þetta fór fram hjá mér. Sennilega að vera alveg gáttaður á dómi dómarans og láta hann heyra það. Já. Sé það áður. Já, hann hefur gert það áður.
Byrju, var ekki Marino, var Eggert sem fekk spjaldið? Hann lyftið allavega í áttina Marino. Já, Marino fekk spjaldið. Gott hjá Birgi. Vel gert hjá Marino. Já, mjög vel gert. Umræðningast. Beður peysutök. Viktor er nú einn af þeim leikmönnum í þessum leik sem hefur reynslu upp Hepsdeildinni. Já, þetta er hættulegt. Þarna mátti ekki miklu muna. Ágætis færi. Já, og þarna datt boltinn þægilega fyrir Viktor. Svona tilvíðanlega kennt, en hann... Eins og margt annað í þessum leik. Já, svolítið. Bæði mörkin einhvern veginn komið upp úr engu, þannig lagað, en Gísli átti frábæra sendingu þarna í fyrra leik og síðan hérna Kæruleysi sem verður til þess að Írringar skora. Káramenn hafa verið að missa boltan mjög klaufalega oft í ágæti stöðum. Já. Vel spilað. Já, algjörlega. Og Marino. Vel gert hjá allavega kemur hann Eggert. Eggert með boltan hérna. Hann vantar aðstoð. Já, hann vantar hana. Hættuleg sending, heppinn að komast ekki að hana. Það er búið svolítið rót á hafsendaparinu hjá Kára í sumar, er það ekki rétt hjá mér? Jú, það hefur verið dálítið. Þú og Sindri og Birgir og Hlynur. Já, Teitur Péturs. Teitur Péturs, já. Já, það hefur verið dálítið rót. Gylfi Veigar hefur verið að koma inn, það hefur verið skemmtilegt að fá hann með. Já, hann er öflugur leikmaður. Hann er bara ekki búsettur á Skaganum eins og er, held ég. Nei, búsettur á Mývatni. Mývatni, flugstjórinn sjálfur. Já. Það er að fljúga einmitt þar. Já. Stóð til að hann myndi spila hennar leik en hann þurfti að sinna sínu skildum fyrir norðan. Já, hann er ábyrgur maður og bregst því ekki. Ná, reynsa hana. Já, og Marino. Það var þetta sækir hratt. Óöppin. Helgist í allefi. Nei, þarna dettur hann. Dettur hann að næri ekki að halda boltanum. Og Bragi. Já. Bygginn er að vera þessu. Hérna, Káramenn svolítið búin að missa kannski aðeins niður skipulagið sem voru með í fyrra áleik. Já, sammála því. Hún missa smá tapinn. En það má ekki missa hausinn þótt að þau fá þessi mark. Það er engin
heimsendir sko. Nei, sérstaklega ekki ef að menn eru ennþá ekki að tapa. Nei, nákvæmlega. Vel gert hjá Aroni hanna. Reynir langan fram. Það var kannski ofbráður á sér þarna. Já, smá. Hittir hann ekki alveg kannski. Arnleifur er svona búinn að vera sá maður í öðrum flokki sem hefur verið svona mest með Kára í sumar. Hann er ennþá annar flokks aldrei. Kannski jafnvel gleymist út að hann er búinn að vera svo mikið með Kára. Já, einmitt. Hann hefur ekkert svakalega mikið spilað með öðrum flokki. Sko. Nei. Sem er bara í besta mál á mínu mati. Algjörlega. Svo lengi sem að þeir eru í góðri stöðu. Þetta er fallegt, það var kloppið þarna hjá Guðfinni og ég reynir sendingunni í gegn. Já. Það er þessi úrslita sending sem við erum að tala um. Já, og hún er ekki gengið. Þetta er vel gert hjá Guðfinni. Þetta er góð sending. Já, ekkert nær þessu. Þetta er alveg svakalega flott en nær ekki. Það hefði náttúrulega verið toppurinn. Já, hann hefði náð þessum áttum að vinna Sjón Vilja verið stoltur. Já, heldur betur. Og hérna kemur frekar svona, já, laust skot frá Guðfinni á Adam. Ég verð nú að segja það að þessi maður lítur ekki út fyrir að vera 17 ára. Ég verð að vera sammála því. Ég veit ekki alveg hvort að Þjóðskrá sem er allt rétt þar. Nei, við förum ekki yfir sem Þjóðskrá. Já, nei. Þetta er sending. Axel vinnur boltan á það honum. Full létt. Já. Alexander. Nei, þetta var ekki góð sending. Og þá er það skipting hjá Kára. Og Ragnar Már Lárusson er að koma inn á og Marino Hilmar er að fara út af. Það er nú ekki leiðilegt að fá Ragnar Má, töframanni sjálfan. Nei. Inn á. Ég er að vona að dræja hann almennilega nokkur sinnum eftir hliðalínunni í dag. Já. Hann hefur verið dálítið middur í sumar og ekki náð að taka þátt í öllum æfingum og svona. Fór til afturheldingar og hóf tímabilið þar. Já. Skyndilega kom aftur í Kára. Já. Sem er besta mál fyrir okkur. Já, og Ragnar svona kannski einn af þessu leikmennum sem getur nú spilað á hærra leveli heldur en annar deild. Já. Ég held að hann geti alveg plumað sér vel til dæmis í Inkasso. Já, ég hugsa það. Annars var hann Hrafnkell Freyr, The Cat. Já. Sagði á Twitterinu daginn að það væri bara ekki þannig ef að menn væru í neðri deildum og það er ekki hægt að segja að ef þeir væru með hausinn eða ef þetta og hitt þá væru þeir að hærra leveli. Það er endar alveg margt til í því. Það er mjög margt til í því. Hver er svona gefið smiður? Já, algjörlega. Algjörlega. Hérna menn spila bara nákvæmlega þar sem þeir... Þetta er frábær sending en þarna er frábær sending Andri Rángstafur. Það er náttúrulega erfitt að átta sig. Ég held að línuvinn hafa alveg verið með þetta rétt. Sjá þetta eftir hann. Það er erfitt að sjá þetta en sennilega hann andmælti Andri ekki og ég held að hann hefði gert það ef hann hefði verið viss í sinni sök. Já, ég er viss um það. Hann hefði svarað hann. Já. Ekki þekktu fyrir að sitja skoðunum sínum inn á vellinum og frændi minn. Hann gerir það svo sannarlega ekki. Nei.
tekur eftir því að Þetta er vel gert hjá Ragnari og Andri geysist hér fram og bara reynir skotið og þetta er mark! Þetta var stórkostlegt hjá Andra. Frábærlega klárað og nær. Já, þetta er frábærlega en þannig svona maður segir þetta svo sem við hvert mark en spurning hvort að markmann eigi þetta, hann stendur í þessu horni eða ekki? Jú, þetta er nú hans horn. En þetta er virkilega vel gert hjá Ragnar að hann sendir þarna inn á Andra. Flott skot. Já, ég verð nú að segja, ég held að markmann eigi að taka þetta en þetta er hins vegar vel afgreitt hjá Andra. Og það er rosalega gott fyrir Kára að vera með leikmann eins og Andra. Já, það er það. Þetta er akkurat svona hlutir. Hann titlar sjálfan sig næst besta strækjarinn í deildinni. Já, eftir... Það er góð spurning. Ég er ekki klár á því. Já, það er einhver svona samkvæmisleikur. Já, þetta er einhver svona leikur hjá honum. Það er bara, það er fínt. Já. Skora mikið. Já, hann gerir það og vinnur líka mikið. Já, hann gerir það. Inn á vellinu, það er alveg heil alltaf á fullu. Svo ákveður bara hver fyrir sig, hvaða sæti hann er sem besti strækjarinn í deildinni. Það er bara svo það er. Það verður bara að vera þannig. Ætli þessi ekki huglegt mat? Jú, það er alveg klárlega. Ondo náttúrulega spilaði þessari deild. Já, hann er það. Urðu, þetta var hættulegt. Þetta var hættulegt. Þetta er í fyrst skipti í leiknum sem að einhver er á endanum á þessum fyrirgjöfum hjá Reyni. Já, og það er Ágúst sem skallar þetta. Skallar hann svo sem ekki fastur en þarna losnar hann. Já. Ágætlega, Birgir þarna er ekki alveg með að reyna hver hann er og allirlega skalli en hann fer í þjásluna og hann Aron var hann svo sem með þennan. Já. Alltaf að sjá því alveg. En eins og ég ætlaði að segja hann rétt áður en að Andri sleppi gegn hann að Já. Maður hefur kannski tekið aðeins eftir því að það hefur flosnað dálítið upp úr skipulaginu hjá Káramönnum og ýringarnir hafa verið að koma sér í betri stöður. Já, það er alveg rétt. Og í raun og veru þarna gerist eitthvað sem ég átta mig ekki á en Alexander Kostic er hins vegar allt annað en sáttur með þetta þarna hvort að Eggert hafi farið þarna. Eggert rífur hann niður hann, ég syndist það. Já, er það? Já. Blindur hliðin á dómaranum. Já. Já, Eggert ykkur hann í hann og réttilega hefði átt að vera dæmt aukaspyrnu okkur spjald. Já. Vel unnið hjóla hana. Þetta er rosalega glannaleg tækling en núna slakið nú á Káramenn því þetta skiptir engu máli. Það verður alltaf tekið á þessu. Þetta getum við séð þetta aftur. Dómarinn þarf að ákveða sig núna. Hérna sjáum við þetta aftur. Þetta er frábærlega unnið þarna. Já. Þetta er eiginlega bara rautt spjald held ég. Og hann er hátt uppi með lappirnar. Já. Þetta ógeðslegt segir þjálfarinn. Ráðfærir dómarinn sem við aðstofdómarinn. Ég mig grunar að þetta sé rautt spjald. Ég trúi ekki öðru. Þetta er bara þannig tækling. Já, þetta er, og hann er svo rosalega seinn og hátt uppi. Hátt uppi með sólan. Þetta er glannalegt. Hvað gerir hann nú? Nei, ég er nú ekki sammála þessu. Þetta er einkennilegt. Ég verð að vera ósammála dómarann þarna. Já. En svo hrósum honum eftir fyrir áleikin. Já, hann er svona sem búinn að eiga fínan leik en þetta, ég held hann eigi líka eftir að skipta skoðun þegar hann sér þetta í endursýningu hér hjá okkur. Já, ég hugsa hann gera það. Já. Og svo sem alveg réttlætt spjald á Óla Karel sem reyndir honum. Já, það er alveg rétt. Stík góður með það. Það er alveg hár rétt. Við hefum viljað fá annan lit á spjaldið á tvíbura. Já, og ég held líka sko að hann hafi búist við með við svona viðbrögð. Hann var rosalega skelkaður sko hvaða dómarinn myndi gera. Hann vissi svo sem upp á sig sökina. Hann reiknaði með rauðaspjaldinu eins og flestir hérna í stúkunni. Já. Mikið ósætti hérna megin þegar gula spjaldið fór lágt. Algjörlega.
En hann getur allavega verið sáttur við það að sleppa með gullspjald. Já, mjög. Þetta var allavega alveg að tæpast af aði. Þarna reynir bara, þetta ekki bara martilurinn? Það Sindra? Við verðum að kalla þetta það. Já, þetta er skot og mark. Já. Þetta fer í statistíkina. Já. Við grunar nú eftir þetta muni kannski hitna aðeins. Það geti gert það. Og þráðurum verður svolítið styttri í leikmönnum sem hafa nú verið rólegir til þessa. Já. Og þarna setur Andri mikla pressu. Herri, þetta er vandræðagangur hjá ÍR-ingum. Og þetta er vel gert. Nei, hann nær ekkert ekki takið. Þetta er vel gert og þetta er mark! Glæsilegt mark! Það er ekki Ragnar Már? Jú, það var Ragnar Már. Mark og assist. Mark og assist og búin að vera þetta inn á í svona 10 mínútur. Já, þú kallaði hann réttilega galdramann. Ég kallaði hann það réttilega. Sjáum við þetta hér, Eggert lendir í smá basli, kemur boltanum eins og á Ragnar sem setur hann bara fallega í hornið. Það nefnilega þarf ekki að vera fast. Þarf ekki að vera það, ef það er hár nákvæmt. Já. Frábær staða sem að Káramenn eru búin að koma sér í núna. Svara þessum umdeilda dómi vel. Og það er gott að gera svona staðinn fyrir þetta í tuðið. Já, algjörlega. Við sáum, þeir sem horfðu á kannski bikarleikin í gær, sáu að maður kemst ekki langt á ef öll orkan fyrir dómarann, sko. Nei, það er rétt. Káramenn er hennabolta. Já, hérna eru... Nei, ég er ekki að koma þessi innkast. Það er þá inni hann þá. Já. Já, það eru Írringar sem er þetta. Írringar fá innkast hann þá. Þá er það innkast. Það er á skipting, segi ég. Já. Það er gott að hann heitir ekki Ívan. Er það Ívan Santos? Já. Það er ungur öflugur leikmaður. Já. Ég held að það sé 16 ára. Já, það passar. Ösku snöggur. Já, og er í svona þessum yngri landsliðum, eða svo sem ekki komin í 17, ég held að hann verið í 16. Já. Og hann kom inn á móti ykkur, hérna í fyrirumferðinni. Já. En hvað fór út á? Ég er endar gleymdi mér í því. Það var kallað Braga allavega. Já, ég held að það sé rétt. Ég sé hann allavega ekki hér inn á. Það er nú mörguleiti eins með hennar strák eins og markmanninn. Hann lítur nú kannski ekki alveg út fyrir að vera 16 ára gamall. Nei, það er alveg hárrétt. Hann virðist heldur fullorðinn. Já. Þetta er vel gert hjá Ragnari. Þetta er líka vel gert, en Eggert Kári skallar þetta yfir. Frábær innkoma hjá Ragnari. Það er bara að fara í loftið. Já, brot. Það er komin ágætis hiti í Írringana núna virðist vera. Já, það er það.
vel gert. Unnið þarna Árna Þór. Virkilega vel. Sækir þarna aukaspyrnu líka, Já. virkilega vel gert. KFG er ekki búin að leika í þessari umferð sinn leik og þeir eiga leik á móti ég man það nú ekki eins og er en ég held að hann er væntanlega á morgun eins og við komum inn á hér í byrjun þá er þetta svolítið að stefna í baráttu Kára á KFG að halda sæti sín í deildinni. Tindastóll eru komnir það langt aftur úr að þeir eru eiginlega fallnir og síðan er Völsungur svolítið búin að slíta sig ég held að ekki Völsungur? Völsungur eru rétt fyrir honum. Já. Þeir eru með 21 stig. 21 stig, hann svolítið í þá ennþá fyrir bæði KFG og Kára. En KFG að leika á morgun kl. 3 á Sauðárkróki. Gegn Stólunum. Gegn Stólunum, já. Það geti verið að sé athyglisverður leikur. Já, það geti verið býsna athyglisverður leikur. En önnur úrslit núna í annarri deildinni voru þannig að Selfyssingar tóku stórsigur á móti Dalvík Reyni sem að hafa nú með íringum verið bara eitt heitasta lið deildarinnar núna. Akkurat. Fá skell á Selfossi frá Dín Martin og félögum í kvöld. Já. Og var Tókic eitthvað að skora? Tókic allavega lagði upp. Já, það er allavega eitthvað. Finnst mér, já, leggur upp fyrsta marki. Kenan Túrudí að setja 2. Það eru Ólsararnir. Ólsararnir 2 og ungur leikmaður Guðmundur Tyrfingsson setur síðasta marki, 4. marki. Já. Spennandi leikmaður. Hérna missir hann boltann allt og langt. Hendi eða? Ragnar Már eitthvað meiddur. Já, fór eitthvað aðeins í hann þarna. Harkar þetta að sér strákarinn. Já, þarna bara gleymdi Axel sér eitthvað. Já. Herðið nú mig. Önnur ljóttæklingin hann í röð. Já. Það hafa nú verið fasti fyrir hingað til en það virðist vera eitthvað að bætast í það núna. Sjáðu þetta. Já, þetta er ekki fallegt. Nei, og er þetta ekki þriðja? Var þetta ekki Axel líka? Axel átti 2. Já, var þetta ekki hann líka núna? Og miðjumaðurinn númer 10 átti 1. Já, ég skil. Ok. Já, það er að færa svolítið harka í þetta. Já. Já, þarna vill dómarinn að það vera að flýta sér eitthvað. Já. Já. Sendinginni, henni skölluðu burtu og... Andri Júl með skot. Já. Það er ágætis tilraun. Það er betra að klára sóknirnar heldur en að fá það upp í hraðasókn á móti fáum varnarmönnum. Klálega. Nú verður eitthvað að fara að taka þessu. Það var svona tímaspursmál svolítið. Já. Andrei sem fær þetta spjald. Sjáum hvernig Ragnar Már heldur boltanum nálægt löppunum. Já. Allan tíman. Ótrúlega leikinn leikmaður. Já. Ég er nú ennþá eftir að sjá hann draga hann samt í dag. Já, þetta er okkar ungi Jón Vilhelm. Já. Algjörlega. Verðum nú ekkert úr þessu. Ekkert hvað er byggður horn, það er ekki. Frábærlega að spila. Skilaði menn sér inn í tegin hratt. Góð sending. Já. Vel gert að koma sér í skallar hana. Það mátti ekki miklu muna. Þau bara sækir hennan að það. Stígur fram fyrir hann. Já, þetta var nefnilega ansið vel gert. Þetta virtist ekki stefna bara í það að það væri svona klassíku bolti til þess að kallaði burtu. Hann laumaði sér hérna fram fyrir Má.
Já, þú ert búinn að ákveða það að það er Már sem er í hafsendinu. Já, ég ekki bara. Ég er alveg tilbúinn að samþykkja það. Já. Ég var hérna að stinga sig fram fyrir Sindra. Nær ekki að tækla hann að hvað segir þessu? Ég held að þetta hafi nú ekki verið neitt. Og við komum að þessu í burtu. Árni Þór skallar henni í horn. Þannig sjáum við Sindri aftur í smá vesenni. Já, bara slá hann hana. Ég held að fyrst að það væri með hann. Það er hann að tala hann á liðinu til að koma inn í næstu eða? Nei, ég vil hafa hann á miðjunni. Ekkert út úr liðinu sko. Nei, ég er ekki næst. Þetta er ekki nóg að fastu skalli hjá Ágústi. Eitthvað misskilningur þetta. Kemur hér bara flottu bolti en Sindri skallar þetta í burtu. Það er hornspyrna. Og enn sem fyrr þá er aðal hættan frá Íringum að koma hann út í horn og reyna að koma boltanum fyrir. Já, og það er svona gengi kannski ekkert rosalega vel. Nei, alls ekki. Maður veit ekki alveg hvort að það sé þeirra upplegg eða... En það er allavega ekkert breytt. Ekkert prófa neitt mikið annað. Nei, en þetta er rosalega... Þannig er Arnleifur aftur á línunni. Aftur að bjarga á línu í annað skipti í leiknum. Hann er heldur betur vakandi þarna á nærstönginu. Þetta var virkilega vel gert. Þannig að sjáum þetta aftur. Flottur skalli en hann Arnleifur vel staðsettur í markinu. Greinilega réttu maður og réttu stað. Heldur betur. Þetta heldur betur gefið í Íringum. Já, þetta gefur dálítið momentum svona í síðustu 10 mínútur allavega. Hefði kannski komið smá skjálfta á Káramenn. Já, og hérna er síðasta skipting Káramanna í leiknum. Teitur Pétursson kom inn á gegn sínum gömlu félögum í IR, spilaði með þeim í fyrra. Já, Arnleifur er eitthvað að gleyma sér, þetta eru nýju reglurnar og þetta fara út af það sem er styst. Já, stystulega út af. Veit ekki hvað mér finnst þetta, svona stemmingslega kannski ekkert? Já, ég heyrði Margréti Láru segja í hvað heitir það, Völlurinn hjá Símanum. Að hún var ekki ánægð með þetta og ég verði eiginlega að vera sammála því. Já, þetta er svona dálítið, einn er að fara út af og klappar hinnum á bakið og segir statug og gangið vel. Sérstaklega eitthvað, ímyndum okkur kannski bikarúrslitaleik 1-1. Já, einmitt. Það sé aðeins þetta svona... Smá innspýtingu svona frá félagunum, sko. Það er svona hluti af þessu. Þarna er, Sjáum það, Árni Þór kemur hérna yfir vinstra megin og Teitur fyrir hægri bakkurinn. Árni Þór ætlaði alls ekki að láta þetta engast frá sér. Nei, hann vel í sér heyra hana. Heldur betur. Eins og þetta er nú rólindis maður. Já, það er nefnilega mjög, hann er alveg svakalega rólegur maður. En það er alveg kemniskap í honum. Já, það verður að vera. Vantar ekki. Það er sama með Teit eins og Ragnar Már. Það hefur verið dálítið meiðsli á honum í sumar og líka það núna. Það er búin að eigna sitt annað barn. Já, og óskomundin og hamingjum það. Já, svo meinilega allavega. Það er þakkláttir. Eitthvað, það er svona, það er kærleikur í þessu hjá okkur. Já, það er bara gaman. Þetta er hættulegu bolti, en
Þetta er fram hjá markinu. Mér finnst það kannski verið hægt að dæma þetta, hann ítir aðeins í bakið. Já, ég held að það hefði alveg verið réttlætanlegt að dæma þetta, sjáum þetta hér. Jú, hann er með hendurnar þarna en... Já, hann er með þar þarna. Já, hann er svo auðvitað niður, þannig að það er... Já, hann aðeins að laga sokkan á Aron. Það er fínt. Já. Þeir verða að vera í lagi. Þeir verða að vera í lagi. Já, þetta var skipting á Eiríkum. Já. Stefnir Stefánsson kemur inn á. Bróðir hans kallar hann Osturinn. Já, veistu af hverju það er. Ég veit ekki alveg af hverju það er. Ég er samt mjög gaman að það. Já. Hann er að sjálfsögðu partur af eftirhermu bræðurum. Já, en miklu eftirhermu. Það sem við hermdum meðal annars eftir pappa liðsfélagsins, Alexander Kostek. Já, hún er Luka. Já, hún er Luka. Það var virkilega skemmtilegt. Það var gott innslag í brennslunni. Sem er nú kannski útastáttur sem runn sitt skeiði núna. Já, mögulega. Það var margir aðdáendur ósáttir. Já. Eftir að Hjörvar var látið fara. En aðdáendur Dótturfútból vantilega fagnaði, það verður meira púður í það. Já, algjörlega. Og ég er þar með talinn. Já, þessum menn eru, þetta er brotið á Eggerti, þessum mennum er tíðrætt að þessi töluð hrein og hinn undurfæra tunga íslenska. Já. Og það er kallað eftir standard. Já, hún er meira svo stundum heldur hrein. Já, hún getur orðið full hrein. En við höfum gaman að því. Já. Eggert Kári farin aftur hana. Það er ekki komin á raka. Stefnir er nú ekki alveg það mjög krokkurinn á bróður sinn. Nei. En þótt að hann sé nú... Hann er nú þokkalega vaxinn strákurinn. Já, en það er bara með sjaldan sé mann í efstu deild eins og hann Björgvin. Nei, sammála því. Og svona snöggur í leiðinni, sko. Já, nákvæmlega. Hann nefnilega er það. Hleypur alveg einsamt. Elokópi okkur Íslendinga. Já, rétt. Þetta fyrir... Nei, heyrðu þetta er rosalegt. Sjálft séð. Já, sjálft séð. Og vel gert hjá Ragnar. Þetta er brot og þetta... Jæja. Hann er á gulu spjaldi. Já. Ég gæti að sjá þetta aftur, eða? Hann að sjá þetta. Aftur hérna. Gerir vel. Kemur sér hana. Já, þetta er því miður ekki neitt annað en hann tekur þarna í hendina á honum. Já, þetta er bara brot og setna gula. Já, þetta væri það og já, jafnvel tilefni til þess að hann svona tvísvar tæpur á að fara hér út af í leiknum. Já. Getur prísað sér sælanum verið ennþá á vellinum? Já, hann getur gert það. Þetta er nú kannski óþarfi hjá hann frænda mínum að fara neglunum hótt út í hótt. Já, þetta er leiðindi. Já, en svona er þetta bara á vellinum. Já. Menn er ekki þar til þess að eignast þeirna vinni. Nei. Já, Andri Júlíusson er allavega ekki eignast marga vini inn á vellinum, held ég. Nei, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Góður drengur er hann. Já, en inn á vellinum þá er fókusinn að vinna. Já. Það er bara allt í lagi með það. Já, það er bara mjög gott við það. Góð skipting á Guðfinni. Og aftur yfir til Eggert. Vel gert í Óla Karl. Já, vel gert þarna hjá Andra. Sending fyrir. Það er svo löng. Sér þarna, það er
djöfulegt að eiga við Eggert Kára þegar hann dettur í gírinn og lætur mann gjörsamlega ekki í friði. Já, það er erfitt að vera með hann. Já. Allan leikinn á fullu. Hangir á bakæðin á manni og maður er búinn að vinna kannski boltan á honum og vel gert hjá Aron hann. Já. Og ekki í loftið. Nei, og ég verði að hrósa dómaranum fyrir að kannski slaka á í því sem ég ætlaði að segja. Ég ætlaði að hrósa dómaranum fyrir að út af það er svo oft flautað þegar markmaðurinn er í einhverjum vandræðum eða svona, en mér fannst ekki neitt að þessu. Nei, mér fannst ekki athugavert þetta. Þeir kannski lenda saman hérna, Árni og Aron. En eins og ég segi með Eggert Kára, ef maður er búinn að vinna á honum boltan og heldur maður sé kominn í fín mál og aðleitn og þá er hann bara mættur strax aftur í bakið á manni. Já. Lætur mann gjörsamlega ekki í friði og hann hefur sýnt það hérna í dag og vinna hellingaboltum. Engin smá kraftur í honum. Nei, það er það. Frábæri standi núna líka, æfir vel í metabólik inn á milli æfinga. Já. Kanturinn er svolítið laus. En eins og áður díla Kára mér ágætlega við það bara. Já. Það hafa verið traustir í þessum fyrirgjöfum Sindri og Birgir í hjartavarnarnar í dag. Já, klárlega. Það er svona undanfarið hafa svolítið verið, finnst mér svona kannski Ýring að fá svona, það fengið smá út úr þessum krossum. Já, aðeins meira. En ekkert, kannski ekki teljanleg hætta. Nei. Núna þurfa Ýringar svolítið að spýta í lófana og Já, ef þeir ætla að jafna leikinn þá þurfa að fá mark. Axel, þetta er rosalega slæm ákvörðun. Þetta var ekkert Axel, ég er ruglað, þetta var Andri. Já. Þá er venjulegu leiktími svona svo gott búinn. En hér eru Ýringar. Kára með verða að halda einbendingunni hérna síðustu mínúturnar. Það hefur nú gerst einu sinni sumar að hún hefur ekki alveg. Já. Já. Hvað ætlar hann að dæma núna? Þetta verður, vissulega áhugavert. Hvað? Mögulega hægt að dæma brot á báða. Já, það er náttúrulega málið. Glæfraleg tækling og svo sparkar Eggert í hann. Hérna sjáum við þetta betur. Já, kannski ekkert svo glæfraleg tæklingin. Já, það er brotið er Eggert og ég held að það sé sennilega rétt. Já, ég held að það sé samanlega því. Hættulega aukaspyrna hérna á... Já. Hvað ætlum við sem að sjá? Við erum örgulega að sjá 3 mínútur allavega í það minnsta. Já, ég hugsa það. Þessar hefðbundnu 3 mínútur bara. Já. Jafnvel, já. Já, svona 3. En þetta er ansi hættulegt. Já, mjög. Og í guðan á bænum vitið af hérna Viktori sem er hérna fyrir utan. Já, hann kemur Ragnar. Dómarinn er að spjalda hann á hliðinni. Halldór Arnarsson er að fá spjald. Já. Leikmaður ég er. Já, hann hélt nú húluna ansið vel þarna. Já, sennilega fengi nokkur spjöld á ferðlinu.
spilaði með Fram, Halldór. ÍR-ingur. Ég gæti alveg séð ÍR-ingarna skora núna. Ég geti alveg séð ÍR-ingarna renna þessu út hérna. Nei. Vel varið. Já, virkilega. Og þá bara geysast fram. Ekki góður bolti. Nei. Komið þessu fram. Ármann þurfa að komast í bolta núna og halda honum bara sem lengst. Já, þau þurfa að gera það. Já, þetta var vel gert. Hornspyrna dæmi. Já, ok. Birgir Öskureyður. Já, hann var ekki sáttur. Þá er þetta svona... Ég var... Fýtt bolti, en þarna, já, þetta var hárrétt. Þá ætti þetta nú að fjara út. Það var ítá ekkert. Sjá aukaspyrnur aftur. Já. Fínni hæð fyrir Aron að taka. Algjörlega. Þessi er bara beint á ekkert. Já. Þá fer svona, held ég, dómarinn svona fljótlega að flauta til leiksloka, en þeir reyna þó enn ÍR-ingar. Þetta er ekki nógu skynsamlegt. Já, má bara negla þessu í burtu. Já, bara setja hann lengst upp í horni í innkast. Hérna er smá svæði fyrir stefni. Fór nú í hendina á honum. Já. Það er erfitt að dæma þetta, held ég. Þetta er fínn bolti. Þetta er brot. Já, þetta er brot. Þannig að verið þetta frábælega samt. Heldur betur. Hann er á tánu. Hann er búinn að vera virkilega öruggur í dag, Aron. Já, hann er búinn, já, mjög flottan leik. Já, hann veist þetta bæta ágætlega við þetta. Já, hann gerði það líka í fyrra áleik. Já, það er Hann rétt. Það er rétt. vill svolítið gefa ríflegan uppbóta tíma. Já. Axel með langan bolta, en Aron á þetta bara, held ég. Já, vel gert. Reynir vinstri bakvörður duglegur að kalla sína menn í shape. Já, heldur betur. Einkennilegt svona, tveimur mörkum undir og tíminn alveg að renna út. Já, það er að halda mönnum á tánum hins vegar. Já, það er gott að blessa með það. Sko, má líka heldur ekki gleymast að Reynir er sonur Halla Reynir sem gerði ÍR-lagið fræga. Er það staðreynd? Það er staðreynd sem ég var að bíða með þetta fram á síðustu sekundu. Já, það er svolítið skemmtileg staðreynd. Hún er trufluð þessi. Já, hún er góð. Já. Það er eitthvað sem ég vissi ekki. Nei. Eins og svo margt annað sem við erum búin að segja þetta í dag. En Halli Reynis, hann er engin Valli Reynis hins vegar. Nei, það er nú eitt legendin. Já, heldur betur. Þetta er einhver lengsti uppbótartími sem ég man eftir með að við svona... engar tafir í seinni. Það er komin 6 mínútur hérna frá þeim. Já, á klukkuna. 3 mörk, nokkra skiptingar og svo smá stopp hérna þegar tæklingin átti í staðinn á hliðinni. Ég held ég var að setja ríflegan tíma þegar ég sagði 3 mínútur. Já. Svo við brotið hérna aftur. Það er ekkert svo athyglisvert í það. Jæja, þá flauta hann 3-1 sigur Kára, rosalega mikilvægur. Gífurlega mikilvægur sigur. Þeir lyfta sér upp úr fallsæti. Við komum upp fyrir KFG sem geta hins vegar að fara upp fyrir aftur þegar þeir mæta Botli Tindastóls á morgun. Erum við með mörkin til þess að skoða hér
við skoðum þau, fyrsta markið kom nokkurn veginn úr engu, Gísli Laxdal að dóla með boltan út á tegnum, við endalínu og Eggert Kári setur boltan í netið, smekklegt. Þá voru það ÍR-ingar sem jöfnuðu fljótlega í seinni hálfleik, það var Ágúst Freyr Hallsson sem gerði það. Smá vandræðagangur í vörninni. Vandræðagangur í vörninni í kæruleysi og hann eins og Eggert staðsettur inn í bara bóksinu. Og síðan þetta snyrtilega gert hjá Ragnari, sendir á Andra Júlíusson sem sér ekkert annað en markið og setur þetta inn. Og það var svo komið að Ragnari sem átti frábæra innkomu í þennan leik að setja 3. markið. Eggert Kári kemur boltanum hann á Ragnar sem með hárnákvæmt skot í fjárhornið og 3-1. Langaði að velja mann leiksins, Björn? Ég var ekki undir... Nei, ég ætlaði að láta þig velja mann leiksins. Já, það bara svoleiðis. Ég hugsa að ég gefi Eggerti Kára Karlssyni það viðnum í dag. Já, ég ætla bara að sammála því. Mark, stóðsetning og mjög óeigingjörn vinna allan tíman og maður sér hann alveg fram á 93-4 mínútu að taka 100% spretti tilbaka, hjálpa félaganum og virkilega flott fram að segja. Það hárrétt. En ég held að við bara verum að kveðja í dag. Björn Þór heiti ég, með mér var Sverrir Mar, heiður að fá þig. Takk fyrir komuna, takk fyrir að bjóða mér bara, ekki komuna. Nei, Snorri Kristjánsson sá að stjórna þessu útsendingu segi ég og Ingimar Elvar var á myndavilni. Takk fyrir okkur í dag. Takk. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.